Hæ, Guðbjörg heiti ég og þetta er nú bara fyrsta vídeo mitt á þessu nýja ári 2025, þannig ég ætla bara að byrja á því að segja gleðilegt nýtt ár. Já, svo bara allt í einu komið febrúar sko, þannig að það er bara típist, tíminn líður og svona er það bara. En já, mér langaði að segja ykkur að þó að tíminn sé fljótur að líða og allt það, þá náði ég samt að vera sykurlaus í 30 daga og ekki drekka kók í 30 daga. Já, ég veit, það eru margir sem að myndi ekki trúa því. Ég er ein af þeim sem að trúði því ekki og var alltaf sannfærð það að ég þyrfti bara að reyna að minnka og þú veist, mögulega þá kannski komast í gegnum hálft glas eða eitthvað á dag, en svo bara var eitthvað innra með mér. Ég held ég hafi bara verið tilbúin inn að kjarna, eins og maður segir. Þú veist, ég fann bara ég þyrfti að pröfa þetta og hvað að gera það? Eða bara, þú veist, þetta var bara kvöldið held ég hef bara tekið ákvörðun og morguninn þegar ég vaknaði þá var ég bara ekkert kók. Og þetta gekk í 30 daga og ég ætlaði nú reynda bara að byrja að vera í viku. En ég las einhvers staðar á netinu að það tæki sykur 3 til 10 daga minnir mig að fara úr líkamanum og og þá var ég alveg, ok, þá var ég eiginlega helst að vera 2 vikur og en svo myndi ég náttúrulega eftir ég hafi séð einhver vídeo eitthvað, maður verður að vera í 30 daga eitthvað til að sýna hafa einhver áhrif og allt það. Þannig að þetta endaði í 30 dögum og ég er bara ótrúlega stolt af því, þó ég segi sjálf frá. Ég held í alvörunni ég gæti þetta ekki og ég held ég hafi líka bara búin að vera ákveða það að ég gæti það ekki. En það gekk. Erfiðasta vikan var samt örugglega vika 2 til 3. Þá fékk ég rosalega mikla kóklöngun og ég gat ekki einu sinni séð kókflösku á borðinu án þess að vera bara mig langar í. En ég ákvað samt, þetta hafðist og ég bara ókslána með það. Það er alveg bara en ég pröfaði að fá mig kók í gær og ég var alveg, það var ekkert spennandi að bragða, þannig að ég held ég hafi ekki einu svona klára glasið og fékk mér svo bara vatn. Þannig ég er eiginlega pínu ánægð með það líka. Þannig að ég ætla ekkert að vera eitthvað, þú veist, ég ætla ekkert að fara, hvað maður að segja, svona alveg aftur í það farveg sem ég var í. Ég veit alveg að ég drakk allt of mikið af kók og búin að vita það í mörg ár, en já, þetta er kissa mín. Hún er aðeins að skoða hérna. Það er alltaf, hún bara með í vídeónu. Biður heilsa, hún heitir Spencer. Og já, ég kom ekki upp með nafnið. Vinkonu mín átti þessa kissu sem að ég ákvað að taka hana að mér eftir að hún varð rosalega veik og svo dó hún því miður. Þannig að mér finnst rosalega gott að hafa hana hjá mér, þessa kissu. Bæði það að hún minnir mig á vinkonu mína og svo er þetta bara algjör dúlla. Hún er alveg yndisleg. En já, aftur að sykrunum, með það kannski ekkert endilega. Ég held ég að sé bara búin með það. Já, ég er líka búin að vera kolvetnalaus örugglega í 3,5 mánuð og það er líka búin að hjálpa með, þú veist, eins og bara þreytu og svona. En ég ætla ekkert að vera í þessu eitthvað eilífu sko. Ég ákvað að pröfa að sjá hvernig þetta myndi vera og hvernig þetta myndi ganga og það var eiginlega auðveldara heldur en sykurinn.
eða ég veit það ekki, kannski var ég bara tilbúin. Ég aðeins að taka pásu en eins og ég segi, ég ætla bara núna ætla ég bara að, þú veist, eins og maður segir, allt er gott í hófi og þetta. Þannig að, já, þetta er bara skemmtilegt. En ég ætla að reyna að vera duglegri í að setja inn YouTube-vídeó og þá bara svona af alls konar. Bæði það þegar við erum að búa til vörur og þegar einhverja hugmyndir af bara mér og hinn á þessu og einhverju smakkvídeó sem að kemur örugglega eftir þetta vídeó. Að því allt í einu fann ég fullt af vörum, loksins, sem að væri gaman að smakka. Þannig að já, þetta átti bara að vera svona stutt nýjárs 30 daga áskorun vídeó. Og ég mæli með að pröfa að pröfa að sleppa þessu öllu. En þú gerir þetta náttúrulega ekkert fyrir einhvern annan. Þú þarft að gera þetta fyrir sjálfa þig, algjörlega. Og þú þarft að finna það að bara, hvað maður að segja, að innan. Að þú ert tilbúin. Að því að ef þú ætlar að reyna að gera þetta fyrir einhvern annan og það bara gildi það sama eins og með fólk ætlar að hætta að reykja, ætlar að fara í megrun, ætlar að gera eitthvað, ætlar að gera þetta fyrir einhvern annan, þá getur það sleppt því. Það er bara þannig. En já, ég er líka búin að breyta hérna í vinnustofunni, þannig að núna sný ég reynda akkurat öfugt og ég ætla að taka vídeó bráðum af bara svæðinu mínu, svona vinnusvæðinu. Það kemur okkur hérna inn á líka. Þannig að, já, bara fylgist með. Það væri gaman að sjá ykkur og endilega gerið like fyrir neðan af því að það hjálpar rosalega mikið og svo er líka sniðugt ef að þið hafið áhuga á að fylgjast með hvernig kemur nýtt vídeo. Þá er svona bjalla hægt að ýta á hana. Þá fáið þið tilkynningu þegar kemur nýtt vídeo frá mér. Og svo náttúrulega langt best og það kostar ekki neitt að verða vinur eða sem sagt subscribe eins og maður segir á ensku. Ég kalla það bara að vera vinur. Bara takk fyrir áhorfið og bara sjáumst í næsta vídeo. Bye!